Þá komið að 6. liður á dagskrá, svæðisskipulag Eyjafjarðarbreyting vegna Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Takk fyrir, forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér tillaga breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 til 2024 sem var auglýst 21. janúar 2020 með athugasemdafresti til 7. mars. Áður hafði skipulagslýsingin verið auglýst og kynnt árið 2018 og kynningarfundur haldinn drög að breyttu skipulagi í júní 2019. Athugasemdir við auglýsta tillögu bárust frá 3 aðilum og var efnisatriði athugasemda og rökstuðningi svarað af starfshóp. En svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012 til 2024 var staðfest 21. janúar 2014 en til að ganga frá legu flutningslína raforku í skipulagi. Í skipulaginu eru ákvæði að þegar tillögur og skipulagskostir liggja fyrir skuli þeir metnir með hliðsjón af áhrifum á samfélag og umhverfi og legu flutningslína auglýst sem breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 til 2004. 7 sveitarfélagar Ingibjörg. Já. Bæjarfulltrúi, fyrirgefðu, ég ætla aðeins að stoppa þig. Það kemur eins og eitthvað sé að hljóðum í þér, spurningum á færi aðeins aftar eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er, það kemur eitthvað svona skvíl á hljóðinu. Ok, ég prófa að stoppa mig aftur bara. 7 sveitarfélög eru aðilar að svæðisskipulagi Eyjafjarðar. Það eru Akureyri, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, Grýtubakkarhreppur, Hörgársveit og Sólbastrandarhreppur. Er þetta betra? Stefna flutningsleiðir raforku með 132 kW og hærri spennu er hluti svæðisskipulagsins. Nú stendur fyrir dyrum endurnýjun byggðalínu frá Blönduvirkjun á Kröflu með 220 kW flutningslínum, Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3 og liggur fyrir hér tillaga til samþykktar með breytingum á svæðisskipulagi Eyjafjarðar. Langar svona rétt aðeins að fara en í gildandi svæðisskipulagi eru markmið kafla 3.4.4 og er tillaga að breytingum eftir tryggja skal flutningsleiðir raforku að Eyjafirði og milli landshluta til þess að sjá almenningi og atvinnulífi fyrir nægri orku til daglegra nota. Í viðkomandi sveitarfélaga skal gera ráð fyrir Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3. Hólasandslína 3, ný flutningslína með 220 km mun liggja frá Akureyri austur yfir Hólmana í Eyjafirði og yfir Vaðlaheiði í Fnjóskadal. Lega Já. Það er aftur eitthvað komið svona á hljóðið, svona spurning hvort þetta er of hátt stillt eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, það heyrist rosa vel í þér þegar það heyrist, en svo kemur eitthvað skil. Ok. Við höldum áfram að reyna. Já. Lega útfærsla Blöndulínu 3, nýrar flutningslínu með 220 kW spennu eða hærri, milli Blöndustöðvar og Akureyrar, verður byggð á valkostagreiningu og umhverfismati sem framkvæmdaaðili, í þessu tilviki Landsnet, mun vinna í samráði við heimamenn, landeigendur og sveitarstjórnir. Lega útfærsla verður ekki skilgreind nánar í svæðisskipulagi Eyjafjarðar heldur í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga. Lega og gerð flutningslínu raforku skal taka mið af umhverfi, flugöryggi og verndun góðs ræktunarlands. Já. Við mistum alveg af þessari setningu. Hvað er í gangi hérna? Prófa að lækka voljúmið á tölvunni þinni. Já, ég var nefnilega að því, sko, bíðu. Ég prófa núna því að halda áfram að stoppa mig. Já, gerðu svo vel. Nú er ég heyri vall í ykkur. Heyrið vel í mér? Já, heyri mjög vel í mér. Ok. Tekið skal mið af þingsályktunum stefnu stjórnvalda lagningu raflína sem samþykktar voru á Alþingi 28. maí 2015. Svo og væntanlegri stefnu stjórnvalda uppbyggingu raforkukerfisins.
Vegna nálægða við þéttbýli á Akureyri, línuleiðar Hólma Eyjafjarðarár sem á náttúruminjaskrá og nálægðar við Akureyrarflugvöll skal gera ráð fyrir verði lögð sem jarðstrengur frá tengivirki ofan Akureyrar, suður fyrir Akureyrarflugvöll og upp fyrir byggð. Til tæknilegra og efnahagslegra forsendna til þess að leggja hluta Blöndulínu 3 sem jarðstreng til að tryggja hámarksöryggi við Akureyrarflugvöll 1 lögð í jörð sunnan flugvallarins og skipulagstímabilinu sem núverandi 132 kV loftlína og Laxárlína lögð af þegar Hólasandslína 3 verður tekin í notkun. Til mótvægis við nýjar flutningslínur skal áfram unnið að breytingum á núverandi flutningslínum og dreifikerfi raforku, meðal annars með því að leggja línur í jörð. En ákvæði flutningslínur raforku í svæðisskipulagi eiga við framkvæmdir sem falla undir lög mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá árinu 2000. Þar með heyrir þessi breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024, þar sem kafli flutningslínur raforku endurskoðaður undir ákvæði laga umhverfisskýrsla, þar sem gerð grein fyrir mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar, hluti skipulagstillögunnar og fylgiskjal með þessari tillögu breytingu á svæðisskipulaginu. En nú þetta sem sagt komið til okkar hérna í bæjarstjórn Akureyrar til samþykktar eða afgreiðslu, samanber 25. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Slíkir afgreiðslu svæðisskipulagsnefndar og felur henni að fengnu samþykki annarra sveitarstjórna á skipulagssvæðinu að senda Skipulagsstofnun breytingartillöguna til staðfestingar, samanber ákvæði 25. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Það var þetta komið hérna frá mér. Já, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen hefur lokið máli sínu og takk fyrir þetta og það sem að kannski kom, það var svona einhverja truflanir þarna í lokin. Þannig að ég segi bara fyrst, orðið náttúrulega laust og fyrir þá sem að horfa geta náttúrulega nálgast þessi skjöl sem fylgja fundargerðinni og lesi sér til hvað hún inniheldur og þar sem enginn hefur kvætt sér hljóðs sem þá þeir sem geta samþykkt afgreiðslu svæðisskipulagsnefndar gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.